Það alveg lykilatriði að átta sig á strategísku mikilvægi Nýsköpunarsjóðs og að með fjárfestingu þessu tagi komi þekking sem skipti fyrirtæki máli og bæti í þær gloppur sem þá hugsanlega eru fyrir hendi í fyrirtækinu. Já, ég heiti Hilmar Janusson og forstjóri Genís á Íslandi. Genís á sér langa sögu og tengist hér fiskiðnaði á Siglufirði. Markmiðið var að vinna lífvirk efni úr rækjuskel, fyrst með því að einangra kítín. Þetta var fyrst og fremst rannsóknar- og þróunarvinna í mörg ár, en í fyrra var hleypt af stokkunum fæðubótaefni sem heitir Benecta og hefur náð þó nokkru útbreiðslu hér á Íslandi og í Bretlandi og svona hjálparefni fyrir fólk sem vill lifa virkum lífstíl. Nýsköpunarsjóður kemur strax að stofnun Genís þegar að þróunardeild Primex verður að Genís og þó það sé kannski ekki stór hlutur í dag að þá skipti það gríðarlegu máli í byrjun. Að mörgu leyti væri framtíðin sú fyrir Nýsköpunarsjóð að tengja sig við aðra og vera í opnu og gegnsæju sambandi við aðra fjárfesta. Það kannski mikilvægara framtíð vegna þess hvernig bara fjárfestingar í Íslandi hafa þróast og krafa slíkt gegnsæi og ákvarðanatöku sé skýrari en kannski verið hefur. Í dag félagið 30 manna fyrirtæki. Það situr á mjög verðmætum vísindalegum rannsóknum. Það hefur hafið markaðssetningu í gegnum netið sem lykilatriði til að halda stjórn á verðmálum, hafa stjórn á vöruframbúðum, hvað það verið að selja og ná beinum tengslum við viðskiptavini. Ef að fólk hefur ekki gaman af þessu lífi og nýtur sín ekki í þessu umhverfi, þá á það ekki að taka þátt. En þeir sem hafa gaman af þessari starfsemi að taka þátt í að koma fyrirtækjum á koppinn með þessum hætti, þeir fá það ómælt og það vinskapur og reynsla og stolt sem fylgir manni ævilangt þegar maður lendir í því að fá að byggja upp fyrirtæki frá grunni með þessum hætti.